Góðan daginn, góðir áhorfendur Sport TV og verið hjartanlega velkomin hér í Höll Egils í Grafarvoginum. Hér að hefjast leikur þriðja sætið í Bósmótinu. Það KR og Víkingur sem eigast við. Nú, ég heiti Tómas Mægir og með mér að þessu sinni Tryggvi Guðmundsson. Tryggvi, velkomin. Já, takk hérlega. Sorry að ég var ekki með síðast. Já, það ekkert sorry. Ég frétti að hafa verið lonely. Ég var svolítið lonely en þetta hófst og tókst. Fengum 6 mörk og Blikar unnu í vítakeppni. En hér erum við kannski, lítum á þetta og fyrir nú yfir byrjunarliðinu eftir. Þetta leikurinn þriðja sætið og það er svona, já, þetta er ung lið. Já, þetta það og eins og maður hefur margoft komið inn á, þetta auðvitað tími fyrir ungu strákana í desember að fá að spreyta sig og sýna sig og sanna og hér fullt af ungum drengjum og svo auðvitað eitthvað að lánsmönnum sem við kannski komum inn á síðar. Já, menn þetta hafið hérna og byrjar bara með skalla. Að koma KR-ingarnir, það Ást Björn, hann missir boltan hérna og Víkingarnir missa hann einnig út af. KR-ingarnir, já, það fór í vítakeppni á móti FH og það var ástæðan fyrir því að þeir eru að spila þriðja sæti en ekki fyrsta. Já, töpuðu niður góðu forskoti, voru konur í 2-0 en töpuðu því niður í jafntefli og voru svo óheppnari eða slakari í vítakeppninni og þess vegna eru þeir hér. Ef við förum yfir byrjunarliðin hér í dag og byrjum á Víkingunum, þá það þannig að Róbert Örn Óskarsson í markinu, síðan það Doris Norrason, Krister Wembeck sem norma Tryggvi, Halldór Smári Sigurðsson, Jón Ingason, lánsmaður, eða já, hann án félags held ég, fyrir kannski betur út í það eftir, spilaði með Veigamönnum í fyrra og uppalinn EM-maður, Steinar Ísaksson, Ívar Örn Jónsson, Arthur Karlsson, Erlingur Agnarsson, Viktor Andrason og Örvar Eggertsson. Þetta byrjunarliðið hjá Mílos, þjálfari Víkings hér í dag. Lið KR-inga þannig að Stefán Logi í markinu og síðan það Ásbjörn Þórðarsson, Arthur Aðarsteinsson, Gunnar Þór Gunnarsson, Bjarki Leósson, Valtýr Mikaelsson, Gerlaugur Kristjánsson, Axel Sigurðarsson, Oliver Tolasíus, Óskar Örn Hauksson og Guðmundur Andri Tryggvason. Þetta byrjunarliðið hjá KR-ingunum í dag. Nú þjálfari KR Willum Þór Þórsson. Já, þetta allavega hjá KR ungt lið sem byrjar hér. Það eru margir lykilmenn ekki með og ég væri sjálfsagt í 10 mínútur að telja þá allavega upp. Ég held að sé yngra samt liðið hjá Víking. Já, það geti líka verið, en það samt svona kunnulegri nöfn í Víkingsliðinu sem eru með leiki í Pepsi-deildina að bakinu. Já, hérna kemur Ást Björn, sendingu hérna á Oliver. Furðulegt að Stefán hafi ekki bara tekið þennan bolta strax í staðinn fyrir að láta spila honum á sig og geta þar með ekki tekið hann upp. Nei, tekur eftir því Tryggvi að Ívar Örn Jónsson, hann á miðjunni í þessum leik. Já, Jón Ingason er mættur í vinstri bakvörðinn sem hann hefur spilað í þó nokkur ár með IBVF og hér hann væntanlega á reynslu. Já. Hann er án félags eins og komst inn á áðan. Hann ákvaða að segja skilið við IBVF, allavega nýtti sér ákvæði í samning að framlengja ekki, en það á eftir að koma í ljós hvar hann endar. Já.
Það leikmaðurinn númer 23 hérna hjá Víkingunum, Krister Wemberg, hann normaður. Þú þekkir nú aðeins til í Noregi. Hérna koma Víkingarnir, sendingu hérna fyrir og það bara Ást Björn Þórðarsson og hann gerir þetta nú bara snyrtilega. Já, spurning hvort þetta hafi verið viljandi eða Kicks. Þetta var allavega, þetta var skemmtilegt kicks og tók að með sér og þeir fengu innkast. Nú dómari hér í dag Helgi Mikael Jónasson, honum til aðstofar Bryngeir Valdimarsson og Gylfi Sigurðsson. Arnar Alsteinsson. Nú Tryggvi Ragnar Bragi Sveinsson, leikmaður Fylkis, hann genginn í raðir Fossvogsliðsins. Það gerist í gær. Já, hann ekki hér í dag en það leikmaður sem góður þegar hann upp á sitt besta. Var nú meðal annars hjá Kaiserslautern í Þýskalandi. Hérna kemur sendingur í Gunnar Þór. Fór ungur út og kom svo aftur heim í uppeldisfélagið sitt og var með þeim í sumar og var sprækur á köflum þó að hann hafi náttúrulega ásamt félögum sínum fallið það er mikið var í þann leikmann finnst mér. Já, kraftur og dugnaður og góður fótboltamaður. Og svona með berum orðum, hann gæti reynst Víkingum góður. Ég hugsa það, já, og það greinilega hugsa þeir líka. Og þetta væri að fá hann. Dorri Snorarsson nú til dæmis alinn upp hjá KR. Það var Róbert Örn. Gunnar Þór hann í baráttu við Örvar Eggertsson, strákur sem kom frá FH núna fyrir stuttu. Góð sending hérna á Axel sem boltann og þá kemur Oliver Tolasíus og hann með sendingu hérna á Gunnar Þór segi ég, fyrirgefðu. Örn og Þór, þetta svona. Arnór. Kemur Óskar Örn. Kemur boltanum frá sér og með Valtý Mikaelsson hérna, nummer 24. Hann með sendingu á Oliver. Sendingu upp í hægri og þar bara Víkingurinn, Víkingurinn Jón Ingason og setur þetta í innkast. Baráttu þarna við Axel Sigurðarsson. Geirlugur sem áttu þessa sendingu. Þá koma Víkingarnir, það leikmaður nummer 13, Viktor. Já, þetta var rétt vel metið hjá dómaranum. Það var tókað í Víkinginn þegar hann átti sendinguna og hann beitti hagnaði þarna. Já, Viktor Andrason sem að nú dómarinn Helgi Mikael, þetta Tryggvi svona einn af okkar ungu dómurum. Ungu efnilegu, já. Gríðarlegt efni. En nú þá koma Víkingarnir, þá það Steinar Ísaksson. Sending hann í gegn. Hérna, hvað gerir Stefán? Hann reddar þessu bara. Já, Stefán Lói gerir vel. Hann svípar þetta eins og góðir markmenn að gera og mættur út. Bjarki Leósson með hreinsunni í innkast. En þetta var vel gert og það var leikmaður nummer 19, Erlingur Ragnarsson sem var komið þarna auðan sjó eftir sendingu frá Steinari Ísaksinni. Það var nú maðurinn í síðasta leik þegar Víkingarnir voru í beinni sem við höfum ekki nafnið á. Þannig að við komum því til skila núna og hann í byrjanliðinu núna. Þannig að þetta
Erlingur í baráttunni en þá koma káringarnir Óskar Örn. Sendingu hérna ætluð Guðmundi Andra. En Róbert Örn þarna í leysir þetta vel, Róló. Já, Róló. Vitið á markmaður káringa Prins Bóló. Kemur Erlingur með sendingu og það er leikmaður nummer 14. Ívar Örn Jónsson, en það er dæmt hornspyrna, káringur komið þarna í þetta. Tryggvi, þetta var dauðafæri. Þetta var Ívar mættur þarna en hann var með hann á hægri og það er verri fóturinn hans. Já. Tökum líka eftir að hann er komin í nýtt númer. 14. Já, númerun eru held ég aukadrið núna í desember. Það er svona, fyrir okkur sem erum að lýsa þessu, þá er oft gott að menn séu með sömu númer. Ja, þeir eru að gera okkur erfitt fyrir. Já, þeir eru að gera okkur erfitt fyrir. Ja, þá kemur hótt frá Ívari með boltan hérna inn í teginn. Það er Stebbi sem tekur þetta, það var ekki Arthur Karlsson sem átti hennar skalla. Númer 26. Ja, Guðmundur Andri. Það er enginn með honum hérna, jú, þarna koma þeir. Óskar Örn. Þetta er Bjartssyni. Þetta er Bjartssyni hjá í raun vitleysa. Geiri Laugi Kristjánsssyni, já það ekki? Jú, þetta er í raun vitleysa. Þetta er, hann er ekki í neinum balans til þess að taka þetta skot og En hann var með nokkra svarta og hvíta hérna. Hefði alveg getað spilað úr þessu káringarnir. Já, hann hefði getað gert betur. Þetta er hendi samkvæmt bókinni á Arthur. Er hann Kristjánsson? Aðeins og hérna finnst mér Gyllugur innan miðjunni hjá káringum. Þá koma Viktor Andrason. Vel gert þarna. Og skot, og já, vel var hjá Stefáni, vel gert hjá Örvari Eggertssyni. Já, fyrir utan skotið. Fyrir utan skotið. Hann setur hann beint á Stefán. Setur hann út í hornið og þá á Stefán Logi ekki séns í þetta en hann setur hann beint á hann. En vel gert fram að því. En það þarf að klára hlutina. Það er ekki nóg að koma sér fram hjá mönnum og líta vel út. Það þarf líka að klára færin. Já, það er hárrétt. Snýst um það. Já, Tryggvi, ég var að spyrja þig, hann heitir Arthur Ingi Kristinsson. Já. Ég eins og kannski áhorfendur, þá er engar leikskýrslur í þessu, þetta er svona undir okkur komið. Hvað við viljum hafa fyrir framan okkur og við gerum eftir bestu getu, en stundum skilum maður bara ekki skriftina sína. Hefurðu lent í því? Þín eigin skrift? Já. Nei, ég hef ekki lent í því. Ó, víst lent í því. En það er gott að tæknin er orðin svona góð, sko, fyrir auðvitað það að við þurfum að skrifa þetta upp hérna. Við getum alltaf fundið mennina bara á netinu. Þá höfum við þetta allt rétt. Ári Dofri. Örvar. Þetta er aukaspyrna hérna. Bryngeir Valdimarsson, aðstoðardómari, hann veifar sem óður maður. Þá kemur Ívar. Með aukaspyrnu Ívar. Aukaspyrnu, já, þetta er nú ekki skotfæri en hann kemur væntanlega með einn ljúfan inn í. Já. Svona fyrstu 13 mínúturnar á leiknum, það er svona, Víkingarnir hafa verið hættulegri. Já, það er meiri læti í þeim, finnst mér. Bjarki Leósson kemur svo fram, þá kemur Guðmundur Andri. Hann er einn á móti mörgum hér. Einn á móti margnum og hann gerir þetta nú bara snyrtilega. Nú vantar ykkur að hjálpa en hann missir boltan og það er Steinar Ísaksson sem að... Já, hann hefði mátt gera betur þarna. Þegar þetta var farið þá hefði hann mátt fara tilbaka og skilja honum. En hann fær hann inn aftur, sjáum hvað hann gerir. Kemur Guðmundur Andri. Já. Arthur Kristinsson þarna og káringarnir eiga þennan bolta. Missir boltan aftur Guðmundur Andri, aðeins svo mikið kannski krúsidúlu
Það er að gera að láta boltan fljóta. Þú gerir þetta ekki alltaf einn. Nei. Þá hérna flott sending á Ásbjörn. Ásbjörn með sendingu fyrir. Það er Númer 6 er Halldór Smári Sigurðsson. Það verða Ásbjörn Þórðarsson. Yfir á Óskar Örn. Ásbjörn aftur og þá verða Oliver, Óskar. Þeir spila bara ágætlega út úr þessu káringarnir. Óskar Örn, Gunnar Þór. Þetta eru svona reynsluboltar á Stefáni og svo náttúrulega Arnóri Aðalsteinsinni. Arnór Sveinn Aðalsteinsson. Ég finnst vantu upp á þarna þegar, kom kannski inn á það seinna. Koma þeir, Erlingur Þegar Arnarsson. Þegar Arnór gefur á Ásbjörn, þá á Ásbjörn ekki að snúa með bakið í átt að marki andstæðingarna. Hann á að vera búinn að finna sér stöðu þannig að hann fái boltann með sér og geti tekið hann með sér strax. Svona lítið atriði sem er samt stórt atriði að mínu mati. En það sást það líka hérna. Hann þurfti einmitt að spila tilbaka vegna þess að hann var ekki í stöðu til þess að fara með hann fram á við. Nei. Þetta er leikur þriðja sætið í þessu bósmóti sem er búinn að vera í gangi undanfarna vikur. Takast bara nokkuð vel og úrslitaleikurinn í mótinu verður síðan á fimmtudaginn hér í beinni útsendingu á Sport TV. Þegar FH og Fjölnir eigast við. 18:30 er búið að setja hann leik á. Hérna er örugglega brot. Nei. Það er ekkert á þetta, Tryggvi. Nei, þetta var heldur bara í lagi. Já, og ekki þetta heldur. Sama hérna. Já, og þetta líka. Já, þetta er fullorðins. Þetta er bara alvöru. Já, heyrðu. Eru menn komin í amerískan fótbolta hérna? Og aftur. Teldu. Nú flautar hann. Þeir lágu bara svo hráfiðir hérna. Já, ég veit ekki alveg hvort að þetta hafi samt verið ykkur... Nei, þetta var kannski minn staði. Ég meina brotið átti sér stað löngu áður en að léleg sending kom frá Káring þannig að hagnaðurinn var ekki alveg beint þarna en all right. Nei. Já, þetta eru 2 Reykjavíkurfélög. Þau gera sig klára síðan í eftir áramóti í Reykjavíkurmótið. Á meðan er liðin hérna í kringum borgina og Suðurnes og Akranes. Vel gert í Ásbjörni þarna. En síðasta sendingin kannski ekki alveg... Nei, hún var ekki... Það var engin adressa, eins og maður segir, á þessari sendingu. Það var engin þar mættur. Axel hérna með bótt. Og Óskar Örn með skalla yfir. Þetta ágætið spil hjá Káring. Hann kannski hafði ekki alveg nóg mikið vald á sér þarna, Óskar. Aðeins og hár boltinn fyrir hann. En það sem ég ætlaði að segja að síðan er Reykjavíkurmótið byrjar eftir áramót og síðan er fótbolti.net mótið og þá er held ég, er ekki Keflavík, Akranes og Vestmann er með í því móti ásamt liðanum hérna í kringum borgina. Jú, IBF vann einmitt það mót í fyrra. Akkurat, þá koma káringarnir. Axel, sendingu hérna á Valtýr. Þá kemur Arthur Kristinsson. Við veitum ekki alveg. Nóg það. Sjáum það er hægt að nota Arnór Aðalsteinsson í margar stöður hérna hjá KR sem er nýkominn til þeirra frá Breiðablik. Hér er hann miðvörður og spilaði síðasta leik sem vinstri bakvörður og er náttúrulega upprunalega hægri bakvörður. Þannig að hann er svona all-arounder í vörninni. Kemur þessi sending á Darvar Smárason frá Arthúri Kristins en Gunnar Þór, hann er nú líka bakvörður á upplagi.
Gunnar gerir vel þarna, Já. situr á vinstri löppina á Stefáni, veit að markmaðurinn hjá sér er örfættur. Akkurat. Þetta er vel gert. Kemur Valtýr Mikaelsson. En það verður ekkert á þessu og Halldór Smári. Þetta var nú kannski ekki besta hugmynd í heimi og þá koma KR-ingarnir. Guðmundur Andri, hvað gerir Guðmundur? Krúsur dúllast þarna en halda boltanum. Og það er leikmaður nr. 8. Ætlaði sendingu hérna á Axel Sigurðsson. Leikmaður nr. 8 er gott sem Geirlaugur Kristjánsson. Það var Halldór Smári, Ívar Jónsson. Kemur Ívar og hann kemur örugglega með sendinguna Já, glæsileg sending hana. Snorrason og hvað gera Víkingarnir hérna? Dóri með sendingu inn í og þá kemur Gunnar Þór og kemur þessi í horn. Þetta var, ég ánægði með þetta, Tryggvi. Já, bæði og. Flott sending hjá Ívari inn á Dóra en mér finnst hann ekki gera nógu vel þarna. Hann sendir á leikmann sem er rangstæður. Auðvitað það er lélegt af leikmannum að vera rangstæður þarna en mér fannst hann hafa meiri tíma sjálfur til að koma meira í átt að markinu heldur en að gefa hann strax í fyrsta. Það var enginn á honum. Að gera að fara nær, fá menn í sig og skapa þannig svæði fyrir aðra. En hvað var bakvörðurinn hjá KR? Hann var ofalega. Það var vel gert hérna hjá Ásbirni Þórðarsyni með á Guðmund Andra. Guðmundur hann, hvað gerir Guðmundur? Hann skilur boltan eftir á fyrir Axel. Og það var Ásbjörn. Og Oliver Thorlacius með sendingu hérna yfir á Bjarka Leósson. Hann með sendingu, flott sending. Hefði þetta virkað, Tryggvi, þá hefði þetta verið alveg... Fínasta tilraun hjá Óskari svo sem að taka hann í fyrsta en erfitt var það en þetta hefði náttúrulega verið glæsilegt, þetta er heppnast. Þetta hefði verið glæsilegt. En fínt spil hjá KR-ingum. Já, þetta er flott spil. Þannig er þetta ekki brot. Ekki samkvæmt dómara leiksins. Ekki í desember. Það er Arnór Sveinn Aðalsteinsson og Örvar Eggertsson er hérna í baráttunni en KR-ingarnir eiga þetta. Og það er Ástbjörn sem að tekur hér ingast. Guðmundur Andri. 28 er Oliver Thorlacius. Axel í baráttunni hana við Jón Ingason og þetta fyrir til Rólo í markinu. Já, þetta er erfið sending. Mjög ólíklegt að eitthvað verði úr þessu þegar boltinn kemur svona langur og Víkingarnir á sínum stað. Jón Ingason var á sínum stað sem vinstri bakvörður og erfitt að fá þetta í gegn. Það er nú svona tefla og tæpasta hérna Víkingarnir en þeir koma þessu frá sér. Mílo segir bara easy. Já, þetta er ekkert stress ef þú ert nógu kaldur og góður í fótbolta þá er þetta ekkert stress. Þá er þetta ekki stress. Leikmaður nr. 19 er Erlingur Agnarsson hérna hjá Víkingunum, hann er hérna í baráttunni. En KR-ingarnir ná þessu og Gunnar Örn sendir hérna á Villi sendi hann tilbaka. Valtýr en þá kemur Geirlaugur og þeir reyna að spila undir þessu. Guðmundur Andri hérna. Nei, þeir eru svolítið líkir. Svona í fjarska, hérna Bjarki og Guðmundur. Þeir eru með sömu greiðslu. Svipaða greiðslu. Fara til sama hárskera.
Arnór Sveinn sendi ykkur á Stórun Áspjörn segi og Jón Ingarsson hefur bara betur og þetta vel gert og hann gefur hér á Arþór Kristinsson. Arþór hann með Guðmund Andra í pressaði svona á hann. Það er Steinar Ísaksson, Örvar Eggertsson, Viktor Andrason. Kemur Áspjörn. Vel gert þarna hjá Arþóri Kristinsinni og þá kemur Örvar og hann með sendingu á Ívar og þá kemur Erlingur Agnarsson og þetta er bara hornspyrna sem að Víkingar fá. Jæja Tryggvi, hvað finnst þér? Hvernig finnst þér leikurinn? Já, það er svona lítið þannig séð að frétta. Ef að eitthvað er þá eru Víkingarnir hættulegri Þetta er óskup svipað samt svona held ég. Þetta er svona meira 52-48 eða ekki? Eitthvað svoleiðis. Já. En það er hornspyrna hérna og það er ekki Ívar sem tekur hana. Kemur hérna sendingu fyrir gjöfinni á hornspyrnan og Káringarnir koma þessu frá í innkast. Vel mætt hérna í kvöld Tryggvi, dag. Það er kvöld eftir hálftíma. Jæja. Já, hér eru bæði lið að missa boltan á víxl og lítið að frétta en Ping-pong. svolítið þannig. Ívar Örn Jónsson, uppalinn í HK þessi strákur. Örvar Eggertsson. Nú vantar hlaup, finnst mér, frá miðjumanni inn. Leið og boltinn kemur á Jonna þarna. Jæja, hér allavega gerist eitthvað. Arþór með fína sendingu á Erling. Hvað gerir Erlingur? Fyrir hérna, eini, hann er Þarna fannst mér vanta þegar Örvar gefur boltan á Jonna og það er alveg sjáanlegt að Jonni er að leita eftir einhverju sendingu fram á við. Þá fannst mér engin hlaup vera frá hvorki kantmönnum né framherjum eða fremstu miðjumönnum Víkinga að fá hann í gegn. Já, þarna vildi Dorfi taka þetta strax og ekki sáttu við sína menn. Ívar. Jonni. Íbbi. Arnór Sveinn. Þeir eiga þetta bara Víkingarnir. Dofri Snorrason. Og það er hérna nummer 23 er Krister Wemberg. Veistu eitthvað þennan strák, Tryggvi? Ekki neitt, nema bara það sem þú er samnöður, hann sé frá Noregi. Já. Reynda að komast það í hvaðan, Noregi, og þá skal ég reyna að gera mitt besta. Tromsø? Hann er ekki bara Tromsø, ég get lofað því. Ég myndi vita því. Vólurenga? Hálfskrítið yngast hérna hjá Óskari. Já.
Þú manst í síðasta leik þá voru Víkingarnir með tvo, einn Breta og Einn frá Balkanskaganum. Einn frá Balkanska Serba, Já, þeir Jerry. ekki hér í dag. Nei. Þeir ætla aðeins að hugsa málið hvað það varðar. Og svo auðvitað miðvörður Hauka. Það ekki orðið nokkuð klárt að Hann sé á leiðinni í Víkingana? Já. En hann ekki hér í dag. Hann ekki hér í dag og svo erum við konið með náttúrulega... Gunnlaugur það ekki? Jú. Já. Og svo erum við konið með Ragnar Braga Sveinsson frá Árbænum. Hann í orðsins fylgst að fara yfir ána. Ef hún liggur hérna rétt hjá. Já. 11 ára sko. Stutt að fara. Getur tekið gott vokk í gegnum Elliðadalinn. Úr Árbænum. Já, Tryggvi, hálftími búinn. Erum við ekkert að fara að sjá mark hérna? Nei, ég ætla ekki að lofa neinu. Þetta svona hálf svona bragðdauft þegar kemur að því að gera eitthvað fyrir framan mark andstæðinganna. Já. Það var meira líf í síðasta leik sem var Stjarnan Breiðablik á Samsung-vellinum á fimmtudaginn. Hérna séns koma með hennan í gegn akkurat. Bolti og Ívar, það voru með skot, Örvar Eggertsson með skot og Stefán Ver aftur, hann búinn að vera 2 skotin í röð, vel gert af Stefáni, vel staðsettur og tekur þetta á reyslunni. Þetta var flott sókn á Víkingunum Mjög og flott. vel spilað. Mjög flott og þarna, byrju þetta ekki búið, Örvar Eggertsson, Íbi, nei. Stefán búinn að vera velvakandi í þessum leik og gera nákvæmlega það sem hann á að gera. Já, hann traustur hann í markinu. Reyndar eru ég ætlum nú ekki að taka neitt á honum, auðvitað er hann að verja þetta, en skotin eru svolítið beint á hann. Já, Steppi spilar fyrir hálfleikinn hérna í dag og Sindri Jensson kemur í seinni hálfleikinn. Áreiðanlegar heimildir, Tryggvi. Jón Ingarsson, þá kemur Axel inn í þetta en Íbi hérna með að senda hérna fram að það fyrir á Gunnar Þór og þá kemur Oliver Tolasíus. Óskar Örn, hann í baráttunni. Já, hann redda sér úr þessu Njarðvíkingurinn. Og það var Ást Björn Þórðarsson og Axel Sigurðarsson. Óskar. Og hann hérna með sendingu yfir á Bjarka Leósson. Bjarki með svona, hvað hefði hann getað gert annað í þessari stöðu? Tekið hann niður. Já. Til dæmis. Já. Róbert Örn Óskarsson, markvörður Víkinga, kom til þeirra fyrir síðasta tímabil frá FH. Hann bara stóð sig vel í PSÍ í fyrra. Já, hann gerði það. Þetta er öflugur strákur. Ég man eftir honum þegar hann kom að vestan í FH þegar ég var þar á sínum tíma. Já. Ungur og sprækur og hress og kátur drengur. Já, það er gaman að vera kringum Róbert. Pressa frá Víkingunum. Já, en ofta finnst mér Ásbjörn snúa of mikið bakið í andstæðingana þegar hann fær boltann. Dór Kristinsson. Það er ungi held ég að neti. Þá kemur Dofri Snorrason. Ætlaði sendingu hérna á Örvar Eggertsson en það verður ekkert úr þessu og hvað voru ekki koma. Það var Óskar Örn Hauksson. Flotta bara hérna boltanum yfir á, er ekki Gerlugur hérna? Yfir 3-3. Þá kemur Axel Jón Ingarsson, lokar þessu og... En Káringan, nei. Þarna var ekki verið að segja Arnóri frá því að væri maður. Nei, en þú átt svolítið að vita sjálfur. Það þarf ekki alltaf að segja það sem maður þetta er fótbolti og það er 11 og 11 á ekkert allt og
stóru svæði þannig að þú átt að vita að það kemur væntanlega maður ykkur mann. Já. Þetta leit svona út, þetta var svona hálf kærulist hjá honum, fannst mér. Arnóri. Ja, hérna kemur sendingu yfir hjá Óskar Erni en það verður ekkert úr þessu og þá Kári Gjarni halda áfram og Bjarki Leósson á Óskar Örn. Hvað gerir Óskar? Sendi upp honum hérna yfir og þar kemur Róbert Örn og handsamar knöttinn. Og alveg brjálaður út í Örvar, vildi meina hann þetta hlaupa. Já, hann vildi fá Örvar í gegn þarna til að... 1 og 1. Já. Það var Jón Ingason. Halldór Smári með þessa sendingu. Kemur Ívar hérna með flotta sendingu. Hvað gerist þarna? Bjarki Leósson kemur þessu til Stefáns í markinu og það var bara vel gert og þá koma káningarnir, nei, víkingarnir. Ívar Örn. Fór í vitlaus átt þarna Valtýr fannst mér. Hann var búinn að taka boltann ágætlega niður og átti bara að fara í hinn áttina. Já. Kom til þessu út, akkurat. Já, hér kemur Ásbjörn. Sendingu á Guðmund Andra og Guðmundur tekur hann með sig kannski aðeins og það er svo fast svona, hann tekur hann með sér og Mistir boltann og missir hann langt frá sér og já. Það kom Arþór. Það er búið að veifa og rangstöðu vantarlega, Tryggvi. Já. Það er hárið hjá þér. Bryngeir Valdimarsson. Nú dómari hér er Helgi Mikael Jónasson, með honum eru Bryngeir Valdimarsson sem var að dæma hér rangstöðu, eða flagga rangstöðu og Gylfi Sigursson. Þetta er topp tríó. Arnór sendingu á Geirlaug Kristjánsson. En þarna kemur Steinar Ísaksson inn í þetta og hvað gerir hann? Hann er í baráttunni hérna við Geirlaug og Geirlaug bara vinnur þetta aftur. Þetta er bara vel gert. Vel aftur. Nú vantar menn. Þetta er vel gert. Það er svo mikið kannski af því góða. Já, þetta var samt fínasti tilraun. Það voru ekki margir með honum þarna og lítið í stöðunni. Nei, það er svona, við sáum þarna þegar hann ætlaði að taka eitthvað tips þarna með boltan. Það gekk ekki alveg. Eins og fyrr segir þá er úrslitaleikurinn á fimmtudaginn 15. desember klukkan 18:30 FH Fjölnir og við verum með hann í beinni hérna hjá okkur. Vel gert hjá Geirlaugi Kristjánsinni. Kemur á Oliver Tolasius. Oliver hérna með sendingu sem að Jón Ingason gefur yfir á Bjarka Leósson og þá kemur Óskar Örn og Bjarki. Hann er bara með Óskar hérna með sér og Óskar gefur hérna yfir til hægri Arnór. Oliver hérna 28, Gunnar Þór. Það er Stefán Logi. Fín sending hérna upp kantinn. Geirlaugi, kemur Axel Sigurðarsson. Sendingu fyrir, þetta var ekki góð sending, fer beint í lúkurnar á Róbert Erni. Þetta var lélegt, bara tölum í stíku, þetta var lélegt. Fín sending hérna upp kantinn. Geirlaugi með góða sendingu en Axel á að gera betur. Misreiknað þennan Jonni. Þetta var misreiknað.
baráttu þarna og eitthvað dæmt? Nei. Ekkert á þetta. Ekkert dæmt. Valtý Mikaelsson þarna í baráttunni. Nú, aðstoðarþjálfari KR-inga Arnar Bergmann Gunnlaugsson. Ég held að hann hafi náð því að spila með 13 liðum á ferlinu. Já. Ég held að það sé rétt um mig, ég veit það ekki. Guðmundur Andri eitthvað að með sig. Hann harkið þetta nú bara af sig, drengurinn. Dofri Snorrason hérna kemur hlaupið allt of snemma. Viktor aðeins og fljótur þarna. Viktor allt of fljótur, hann var með fínt svæði fyrir fram að sig og hann eiginlega eyðilagði það með því að hlaupa allt of snemma. Þjóðstartaði? Já, þetta er spurning tímasetningu þarna og hann eiginlega bara eyðilagði fyrir sér með allt of snöggu hlaupi. Já, eyðilagði sóknina. Þetta er Rangstad vantarlega. Erlingur Agnarsson. Þarna hefði ég viljað sjá hann þegar Dóri með boltan, ég viljað sjá hann fara meira út í línu, út í hliðalínu og opna fyrir sér svæðið og fá hann í gegn og elta boltan í stæðin fyrir að taka hlaupið eins og hann gerði. Líklega reynsluleysið þarna hjá honum, en hann hljóp inn á völlinn og í raun eyðilagði bara fínt tækifæri til að búa til góða sókn. Já. Hann læri bara þessu. Já, ef hann horfir á þetta aftur. Ef hann horfir á þetta. Bendum honum á að horfa á... Sér skilabóð til þín, Viktor Andrason. Horfa á leikinn aftur á sporttv.is bara og hlusta. Á morgun. Og hlusta. Hlusta á Tómas Mægir. Og Tryggva Guðmundsson. Þetta er kennslumyndband líka. Það var Óskar Örn. Oliver. Góða sendingu hérna á Ostor. Nei, Valtýr sem átti þessa sendingu. Menna mætinn í bóksið, já. Ásbjörn og Óskar Örn með skoti yfir. Það var Valtý Mikaelsson sem átti þessa fínu sendingu hérna yfir á Ásbjörn Þórðarsson sem gaf fyrir og Óskar Örn Hauksson skoti yfir. En við vitum það nú öll að Óskar er skotmaður góður, Tryggvi. Já, hann er það. En þetta var nú kannski ekki upplagt. Hann tók hann á volleyinu þarna aðeins of mikið í ójafnvægi þegar hann átti þetta skot. Já, hérna kemur Halldór með sendingu en Gunnar Þór. En það er Viktor hérna, títtnefndur í baráttunni. Reynir sitt besta. Það er eitthvað mitt síðan en sóknin heldur áfram. Þá kemur Erlingur með skot, hörkuskot en það er Stefán Logi Magnússon sem hann samar knöttinn og hann mitti sig nú eitthvað í þessu klassi þarna, hann Viktor Andrason og Halldór Helgi Mikael kallar á sjúkraþjálfara Víkinga. Styttist í það verðist nú eitthvað að hafa meitt sig, Tryggvi. Já, það er alveg ljóst að þetta hefur verið vont. Þannig að Arnar Gunnlaugsson í svo flottu formi, hann getur bara spilað örugglega. Já. Ég er að spila með honum hérna reglulega á 50 dögum í hádeginu, en hann sinnir engri varnarvinnu. Nei, hann hefur ekki verið þekktur fyrir það. Það kemur, það er Axel hérna með Ásbjörn Þórðarsson. Við erum vantarlega að fá bara skiptingu hérna hjá Víkingunum. Við sjáum hvað setur, það eru rúm mínúti eftir. Það er Axel Leifurðsson og... Þannig hefði nú Jóni getað látið boltan fara. Já, hann hefði getað gert það. Algjör óþurfi að gefa KR-ingum engast þarna. Já.
En ekki Arnar með svona betri íslensku leikmönnum sem þú spila með? Jú, það ekki hægt að segja neitt annað. Ja, þá koma Víkingarnir, Ívar Örn Hérna eru Jónsson. 3-3. 3-3 og það ekki Erlingur þarna, hann fer þarna fram hjá honum en hann nær boltanum og það verður Örvar inn í teignum. Gefur tilbaka á Dofra Snorrason. Dofri á Erling. Það var Arþór. Bjartsýnis skot og með vinstri og það verður ekki þá koma káringar. Guðmundur Andri, er hann rangstæður? Nei, þetta er ekki rangstæður og hvað gerir Guðmundur Andri Tryggvason? Hann reynir skotið og það er framhjá. Eða mátt gera eitthvað annað í þessari stöðu, Tryggvi? Já, ég veit ekki, fínt að skjóta hana en skotið var náttúrulega bara ekki nógu gott. Hann hefði svo sem geta farið 1-1 og reynt að plata hann og komist nær markinu en allt í góðu að reyna að skjóta þarna en það átti bara að skjóta betur. En spurningin það komið skipting hjá hérna flautað til leiksloka, það komið skipting hjá leikmann nr. 7 Alex Freyr Hilmarsson kominn inn á. En við ætlum að taka okkur bara smá hlé, hálfleik 0-0. Við höfum ekkert mikið meira það að segja. Sjáumst eftir stutt skilaboð. Verið bless. Lenovo. Þú finnur gæðin. Nýherji. God, this party has to rock so that everyone can keep their jobs and show that I am a good boss. Saltinn og Carlsberg léttir kynna. Have a good time now. You ready to kick this up a notch, huh? I think he meant to swing there. Office Christmas Party, komin í Sambíóin. Við fara saman heim til hans. Hún fyrir eitthvað rót í ruslinu. Finnur ónýttupróf. Það jákvæmt. Veit ekki. Ég ekki bara að klára seríuna. 5500 klukkustundir af safaríkum sögum. Þá þurfum við bara að gera það. Svona á sjónvarp að vera. Þú fær sjónvarp Símans Premium með heimilispakka Símans. Þú getur meira með Símanum. Jæja, nú gerist það. Jésús minn. Það sem þú leggur ekki á þig þegar ég að trufla mig, sko. Hvort sem þú vilt dotta í makindum yfir dagskráni eða vera hluti af ógleymanlegu augnabliki, sér Míla að það gerist hratt og örugglega. Við tengjum íslensk heimili og fyrirtæki, svo hlutirnir gangi sem vanagang. Míla, lífæð samskipta. Opel Astra bíll ársins í Evrópu. Fáðu meira en þú átt að venjast. Opel. Hjá bílabúð Benna. Fáðu þér litríkan Sony Xperia XA og fáðu flotta New Balance 410 strigaskó í kaupæti. Láttu vaða, skelltu þér á síma og skó. Sony Xperia XA og New Balance. Allt sem þú þarft að vita bíó getur þú haft í símanum. Náðu í nýja Sambíó-appið og þú getur kynnt þér hvað í bíó og keypt miða. Í appinu úrval leikja, auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og það hægt að vinna bíómiða og fjölda annara vinninga. Náðu í Sambíó-appið, það margborgar sig. Reytir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf fer að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. The Empire's building a weapon capable of destroying an entire planet. They call it the Death Star. You need to capture the plans if there's any hope of destroying it. We want to help. All right. How many do I need? I'll be there for you. The captain said I had to. Charming.
The power that we are dealing with here is immeasurable. Take hold of this moment. The force is strong. Tell me you have a backup plan. Punch it. May the force be with us. Rogue One, A Star Wars Story. Frumsýnd 16. desember. Það Toyo í kortunum, hvernig sem viðrar. Toyo hörstjæledekk, öryggi allan hringin. Býra bú benna, nesdekk og all betri hjólbarðarverstaði. Einstök 4K myndgæði. Örþunn yfirburða hönnun. Android snjallsjónvarp. Horfðu í gæðin með Sony. Nýherji. Já, komiði sæl og blessuð á ný. Við erum að fara að hefja hér seinni hálfleik í leik Víkings og KR í leiku þriðasæti í Bósmótinu 2016. Nú staðan er 0-0. Einhverja breytingar sem hafa verið gerðar hérna í hálfleik. Ég er Tómas Mægir, með mér er Tryggvi Guðmundsson. Tryggvi, breytingar, Guðmundur Andri farinn á velli og inn á kemur Stefán Gesson. Já. Og hjá Víking fór hann hérna, ekki Viktor sem fór áðan og inn á kom Alex Freyr Hilmarsson. Við skulum svo bara leyfa þessu aðeins að rúlla og sjá hvernig þetta er. Þetta er kannski ekki þessi skiptir höfuðmáli. Nei, þetta er nú eiginlega bara, þetta er nú einu breytingin. Breytingarnar, í rauninni. 0-0, Tryggvi, við viljum mörk. Við viljum mörk og væntanlega líka þeir sem heima sitja. Það er búið að vera lítið um færi í raun og veru. Já, það eru þá helst kannski Víkingarnir sem hafa átt skotamarki sem Stefán hefur verið að grípa. Já, og svona föst leikadriði líka. Víkingarnir hafa verið beittari. En þetta er samt hálf hérna litlaust. Litlaust. Þarna þarf hann að koma í gegn, vel gert. Patrik Allarsson. Skrítið
þarna fannst mér skrítið að Patrik hafi ekki náð að taka hann með sér þarna í gegn. Flott sending hjá, var þetta ekki Örvar sem átti sendinguna á? Bara mjög góð sending, en takturinn í Patrik var eitthvað hálf skrítinn fannst mér. Hann var kannski að dansa við annað lag. Hann er bara nýkominn inn á og ekki klár. Búinn að vera svolítið í meiðslum þessi strákur. Uppalinn hjá Víking. Fóru í FH. Uppalinn í Hafnarfirði reyndar, en hefur alltaf verið sinn feril í yngri flokka feril í Víking. Hefur verið að spila með Njarðvík undanfarin misseri. Hérna kemur bara boltinn bara dauður hérna í gegn. Þarna á nú eitthvað að nýta svona. Þarna vantaði bara hausa. Hausa, já. Þetta var mjög gott horn og svona skrítið útlöp hjá Sindra sem mættur í markið. Sindri mættur í markið, Sindri Snær Jensson kom inn gallinn. Þór og þetta er Ívar hérna, baráttu við Arnór Svein Aðalsteinsson. Bróðir hans Bjarki Aðalsteinsson og hann var að semja við hérna, gangi til þessu við Leikni Reykjavík. Svona fyrir þá sem vildu vita. Jón Ingarsson. Þá er það Stefán Geirsson. Setur hann hérna strax í gang og alls ekki með hlutina á hreinu hvað er að gerast í kringum sig. Þá kemur Patti, hvað gerir Patti? Það er engin víkingur inn í teg. Engin víkingur inn í teg. Patrik kemur með sendingu hérna. Og þar er Örvar Eggertsson. Og víkingur eiga þetta. Hálfskrítið, ekkert hálfskrítið, bara mjög skrítið innkast hjá Jóna. Mjög skrítið hjá Jóni Ingarsinni. Hann kastar þessum bara beint í hotn, nei beint út að segja ég og markspyrna. Sindri með... Það var Tryggvi svona, förum úr einu í annað, það var nú að vera að leka hérna einhverju mynd af nýja KR-búningnum á netið daginn, sástu það? Já, ég sá það, mér leist vel á hann. Já, það ekki? Jó. Mér leist svolítið vel á hann. Ánægður með hvítu ermanna. Já, mér fannst hann svolítið flottur. Þessi er svolítið erfitt að vera að breyta þegar þú ert í röndóttu, sko. Nei. En þú sér nú hérna, þetta eru 2 röndótt lið, en það er svona færri rendur á Víkingunum. Við förum í svona sniðamál. Ég vona að þeir verði í þessum hvítari búning næsta sumar. Já, hann leit vel út, en við fengum bara að sjá eina af líklega mörgum útgáfum. Nei. Gunnar Þór með... Agalega lélegt hjá reynslu miklu manni og Gunnari þessi sending. Hann hafði nógan tíma og bara lélegt. Gunnar Þór Kristinsson, hvað gerir hann? Hann er með Dorra hérna með sér úr Dofri með einhverja sendingu hérna sem að fyrir á Gunna og Gunni kemur honum frá á Óskar. Þannig að Óskar eitthvað svona aðeins að gera sér þetta erfitt fyrir og þá kemur Sindri og bara setur hann hérna fram og þar er Kristen hanna, normaðurinn sem þeir eru að prófa Víkingarnir. Svo er það Halldór Smári. Sendingu hérna fyrir á Alex og hvað gerir Alex á skot og Sindri ver þetta glæsilega. Þetta var vel gert. Var þetta ekki Ívar Jónsson? Þetta var Ívar sem átti skotið, jú, og fínasta skot. Káringarnir vildu kalla á rángstöðu þarna. Já, ég er ekkert... Þetta stoppaði einhvern veginn allt.
Það er Þorsteini? spurning hvort að Ívar sjálfur hafi verið rangstæður en hann fekk nú ekki fyrstu sendinguna í gegn og var líklega orðinn rétt staður Sendingin kemur. þegar hann fekk svo loks boltan. Já, af því að hann Sindri kvartaði þess að í markinu. Já, en kom í veg fyrir að þessi bolti færi inn. Já, þetta var bara fyrsta færi seinni hálfleiks. Það kom Víkingsmegin. Dofri Snorrason, hvað gerir hann með Patrik hérna hinum megin og það er spurning hvað Patrik gerir, sendingu hérna fyrir aftur á Dofra, það sé ég svo hátt fyrir litla mannin hérna. Já, hann hefði þurft að senda hann kannski aðeins fyrir framan Dofra þannig að hann geti tekið hann með sér. Dofri þurft að stoppa og taka hann með sér og það er erfitt. Það er erfitt. Hérna er skipting hjá, veitu, Patrik Atlason. Kemur að þá sendingu hérna á Alex. Hvað gerir Alex? Hann er ennþá með boltan. Það vantar menn til að hjálpa honum. Kemur hérna á Steinar Ísaksson. Og Jón Ingarsson, Steinar, Jón og Steinar aftur. Þetta er efnilegt. Spurning hvað ég gerir hérna og þá er Ívar Örn Jónsson, sendinguna fyrir og það þetta er vel gert og Patrik Atlason, vel gert hjá Sindra í markinu þarna. Já, hann ver vel þarna. Flott, fín sókn hjá Víkingunum og góður kross hjá Ívari. Já. Var þetta ekki Örvar sem átti Örvar skallan að marki? Og Sindri ver vel. Jú. Það er skipting hérna. Arþór Kristinsson er farinn af velli og nú kemur Jökull Þóri Sverrisson. Það er hótspilna sem að Ívar tekur. Fastu bolti inn í. Þarna er einhver barningur og hvað gerist þarna? Ekki neitt. Káringarnir koma þessu frá. En Jón Ingarsson er maðurinn sem að fær boltan og þá kemur Steinar. Sendi fyrir frá Jóna yfir á Ívar. Hvað gerir Ívar? Hann er bara að skjóta hana, eða ekki? Jú. Sindri er búinn að hann er búinn að vera besti maðurinn síðustu 5 mínútur. Já, þú ert nú ekki að fara að gefa honum kredit fyrir þetta. Það er nú bara hver sem getur tekið á móti þessum bolta. Ég var að tala allt sem var á undan. Já. Já, bara þetta tækifæri. Já, ég skil þig. Koma þessu frá mér. Ég skil þig. Var þetta komið? Flott sending í gegn. Já, þá er það Stefán Geirsson. Hann er hérna með. Nei, Tryggvi. Ég hefði viljað fá að sjá hérna. Ég hefði viljað fá að sjá hann. Valtýr? Nei, hann hérna Geirlaug koma utan á hann. Já, Geirlaug. Já, ég hefði viljað fá hlaupið frá honum utan á hann og skapa 2 og 1, það er alltaf hættulegt. Já. Þá kemur Steinar Ísaksson og hann bara vinnur hér aukaspyrnu og allir sáttir. Við munum sjá einhverja breytingar svona fljótlega held ég. Halldór. Sending hérna. Hver ætlar hvað að taka? Það er Sindri sem kemur út og Örvar sem að svona fer eitthvað í hann og eiginlega bara meiði sig. Já. Hann Njask. Njask.
breyting, eða skipting hér hjá Káringum. Geirlaugur kemur Geirlaugur að velli. Og inn á kemur sá ágæti maður Kjartan Franklín Magnús. Ekki Geirlaugur, hann átti bara fína spretti. Nú leikmaður að koma inn á Tryggvi hjá skot og mark, fyrsta markið er komið, það er Óskar Örn Hauksson sem skorar þetta mark. Þetta er virkilega vel gert hjá Óskari, ég ætla ekki að taka það á honum, en þeir sem að spila mótunum og þeir sem að þekkja íslenska fótbolta vita að hann er örfættur og þú gefur honum auðvitað færi og skjótum að hægri, þú gefur honum ekki þetta leyfi sem að hann fekk þarna til að sitja hann yfir á vinstri og munda vinstri fótinn. Nákvæmlega. Þegar Tryggvi, nú er að koma leikmaður inn á Víking sem að við vorum ekki með á skrá. Það er alltaf eitthvað svona hjá þeim. Örvar þeirra velli. Örvar fyrir velli. Hann er eitthvað tæpur eftir þetta njask á hann. Já. Já, en gott mark hjá Óskari en það er svona, varnarleikurinn var ekki til fyrirmyndar. Nei. Tökum við takt aðeins við, ég ætla aðeins að fá úr þessu skorið. Jæja, við erum með aðstofafólk hérna með okkur. Þetta er vítið ekki? Já, sjálfsögðu flauta, vítaspyrna. Það er Jón Ingarsson sem er sá brotlegi hérna inn í tegnum og er ekki búið til Ástbjörni. Ástbjörni var hérna sprengur og kom upp og þetta var daburt hjá Jonna, verði ég að segja. Þú ferð ekki á rassinn þarna inn í teig. Nei, það er Óskar Örn, það ætla bara að taka markakóngstitilinn í þessu móti kannski. Þetta er klárt mark. Þú heldur það, já? Jep. Já. Þú heldur það? Hann heldur áfram alltaf, hann tekur horn og vítu allt svo leiðis að setja báðar hendur fyrir fram að boltan, rétt áður en hann stígur frá honum. Öruggt! Óskar Örn Hauksson kemur Káringum í 2-0. Já, þetta er fljótt að gerast, það eru bara á nokkrum mínútum hérna, orðið 2-0 fyrir. Já, það er 2 mínútur milli. Ég ætla að segja þér eitt, vinnur, þar sem þú varst ekki með mér á 50 daginn, þá voru 2 mörk skora á sömu mínútunni. Já. Gera þér betur. Hér eru breytingar hjá Víkingunum. Það er leikmaður nr. 31 að koma inn á. Hann heiti Georg Bjarnason. Og út af fyrir leikmaður nr. 23, Krister Wemberg. Við erum eftir að fá nafni á leikmaður nr. 4. Við erum að fá það. Koma Víkingarnir. Halldór Jökull hérna. Nei, þetta er Alex, fyrirgefið. Það er bolti hérna frá Jonna. Gera þetta vel, Káringarnir. Ásbjörn er hér sprækur. Já, hann er nú eru þeir 3 á... Já, hugsunin var góð þarna, ég veit alveg hvað hann var að pæla. Já, þú veist það. Ég sá það líka. En hérna misti kannski boltan aðeins og langt frá sér og hérna... Hótt fengu þeir. Fengu hótt. Herðu, hérna, Tryggvi, leikmaður nr. 4, hann heitir Valdimar Ingi Jónsson.
Já, það gerast hlutir hér í beinni sem að hefði alveg verið hægt að koma í veg fyrir á sömum stöðum. Nefnum ekki nöfn. Já. Þetta kemur sending og þetta fer framhjá. Tryggvi, við erum búin að fá 2 mörk núna. Viljum ekki fá fleiri, aðeins fleiri? Jú, við viljum alltaf fá fleiri mörk, en þetta var svolítið svona, ég veit ekki, Víkingarnir voru búin að vera sprækari, en hérna mörk breyta leikjum, segja einhverjir spekingar, og hér er alltaf orðið 2-0 fyrir KR og þeir í raun Þetta er vel spilað sáum hér aftur. Vel gert hjá Róbert í markinu. Ver þetta með löpunum eins og menn eiga að gera og það er Stefán Geirsson hérna og áspjöld með skot og sáuði þennan hjá bakverðinum Gnáa. 3-0 er staðan hér. Ég segi nú bara sælletu. Þetta er virkilega vel gert áspjöldu. Hann sett hann yfir á vinstri fótinn og laumaði honum í fjær vinkilinn. Virkilega vel gert hjá hann. Þetta var æði. Ég held að þetta sé fyrsta mark hans fyrir KR á meistaraflokksferli sínum. Já, það held ég að sé bara rétt hjá þér. Hann er náttúrulega kominn hérna í hægri kantstöðuna og hann þakkar fyrir það með glæsilegu marki. Þetta var æðislegt. Við vorum að kallast í marki og svo bara fáum þetta. Hvað hefur að kallast í meira? Þetta er aftur. Hræðileg sending. Hann er bara Sérðu þetta? Og Alex. Hvað gerir Alex? Hann ætlar að reyna skot en þetta er vel gert hjá Jökli. Þá er ekki Oliver Tólasíus. Já, Gunnar Þór Gunnarsson og við viljum ekkert vera hérna megin. Við viljum vera, hinum megin og svo Víkingar hérna megin. Sóknir. Já, 3-0 Tryggvi. Og hérna er að koma leikmaður númer 8, Logi Tómasson. Hann kemur inn í stað fyrir Steinar Ísaksson. Já, ungur efnilegur vækari hérna, Logi. Var í 3. flokki í sumar. Held hann sé gengin upp núna, en hérna mjög efnilegu piltur, já. Sindri. Gunnar Þór. Nei, þetta er vel gett hjá Íba hérna og Íbi. Já, þetta er bara áfram og hvað gerir hérna? Má sjá, þetta Léleg fyrsta snerting hérna hjá honum. Hefði Valdimar eitthvað geta gert annað í þessu? Tryggvi, svona útskýrðu fyrir mér og hinum. Hann hefði náttúrulega getað tekið með sér betra fyrsta touch, eðlilega. Hann mista nú langt frá sér og þar alveg var hann kominn með markmann nóg nálægt sér upp á að bara, stutt fyrsta touch og bara hérna, já, geta svolítið valið nær eða fjær, en þarna er touchi of langt og hann þarf að hlaupa eftir boltanum og markmaðurinn kemur þá út á mótunum og þá hefur hann minni tíma til að hugsa. Já, það er nefnilega oft í þessari stöðu þá er rangstað. Fattar þú hvað ég á við? Já. Þá koma káringarnir. Alltýr. Þeir vinna þetta. Já, kemur aðstofaliðið okkar hérna og þrýfur hérna upp sullið. Oliver hérna og Stefán Gesson og hérna eru þeir Alex og Axel segi ég og hérna Bjarki Leósson.
Thorlacius og Arnór Sveinn. Númer 4. Ásbjörn að standa sig alveg svakalega vel í þessari nýju stöðu hérna. Ójæjæjæ, glæsileg varsla þarna hjá Jökli. Sýndist að vera Jón Ingarsson. Jökull Þorri Sverrisson, já, nei, þetta var Jökull hérna. Þá koma Víkingarnir. Ég ætla að segja það, Ásbjörn er svona allt í öllu í sóknarleik hérna KR-inga akkurat núna og hann var svona upphafsmaðurinn að þessari flottu sókn. Já. Og hvað gerir Robby hérna? Já, hann er með þetta og þá er það Jökull, Bjarkvætturinn. Þá er það Stefán Geirsson. Þú varst þarna með menn með þér. Nei, hann tekur þennan kostinn og það verður ekkert úr þessu. Þá koma Víkingarnir. Það er Íbbi. Þetta er rang. Já, hann er rangur þarna. Nei, hann er rangur, en nei, Gylfi Sigurðsson. Vel gert hjá Sindra. Já, Sindri búinn að standa sig vel, en skiptir ekki máli. Já, þá koma Víkingarnir. Leikmaður númer 8 er ungur og efnilegur Logi Tómasson. Ættu við að fá spjald svona eðlilega en hérna það stutt í jólin. Og aftur er leikmaður að koma inn á sem að ég er ekki með nafnið á. Dofri fer af velli, leikmaður nr. 16 kemur inn á. Ég held að hann heiti Stebbi. Það er bara rétt hjá þér. Kallaði Stebbi. Heiti Stefán, kallaði Stebbi? Já, heiti Stefán, kallaði Stebbi. Og hérna... Við fáum þetta á hreint. Köllum að steppa þangað til, Stefán. Og Robby hérna með... Þá koma... Nei. Ok, Tryggi, útskýrðu þetta. Ég get það ekki. Nei, ok. Ég veit ekki alveg hvað hann var að gera þarna. Hann var komin hérna í gegn og náði ekki að taka boltann með sér og sneri við og tekur svo einhvern snúning sem að, já, sem að var Alex Freyr Hilmarsson. Ekki vel hugsaður. Nei. Flott sendingin upp á kantinn. Þar er Axel og þetta, já, þetta er vel gert og já, erum við að ræða saman hérna eða hvað? Mikið óbóðslega var þetta fallegt. Já, þetta var frábær sending þarna í gegn og Óskar náttúrulega fekk hann á vinstri og það voru ekki að spyrja að því maður. Heldur betur. Þetta er einhvern veginn allt búið að hrynja hjá Víkingunum núna síðustu mínúturnar. Voru bara sprækar ef eitthvað var í fyrri hálfleik og byrjuðu í raun seinni hálfleikinn betur en svo kemur mark hjá Óskari og svo bara er ekkert að frétta. Nei, svo er lítið að frétta en það sem er að frétta reyndar er það þannig, Tryggvi, að það eru búið að koma smá breytingar hérna hjá KR-ingunum. Leikmaður nr. 10 er kominn inn á, Örlaugur Ómarsson og það þýtt að komast að hver fyrir út af. Hvenær gerist það maður? Gunnar er farinn af velli? Já, ok. Hendum honum bara út. Hann er farinn. Þannig að Örlaugur er kominn inn.
Hann er búinn að koma sprækur inn hérna, það finnst mér, hann Stefán Gesson. Já, Stefán Gesson í liði KR. Hann átti þessa flottu silkisendingu inn á Óskar hérna í 4. markinu sem Óskar að sjálfsögðu klára vel. Já, mér fannst þetta 4. mark og 3. marki hjá Óskari, mér fannst það virkilega fallegt. Óskar með þrennu? Óskar með þrennu, hann má eiga boltan. Ef það er þannig í þessu móti. Veit það ekki. Jú, hann tekur hann bara. Hann tekur hann bara. Hlýtur að vera. Það er í reglum. Alþjóðlegum reglum, Tryggvi. Það koma. Já, sending hérna frá Alex. Skot. Patrikur. Það var hann Logi Tómasson. 25 og 24 að koma inn á og já, ég er með 24, það er Gunnlaugur Sigurðsson, en ég er ekki með 25. Og við fá. Já, það var Óskar og Valtýr Mikaelsson á Axel. Það gerir Axel. 4-0 staðan fyrir KR-inga hér í bronsleiknum á Bós-mótinu 2016. Það var Valtýr. Axel með sendingu og Ásbjörn nær þessu, bara vel gert Ásbjörn og kemur nummer 4 er Kristján Franklín Magnús. Nú Gyrðir Guðbrandsson er líka komin inn á hjá KR-ingunum, Tryggvi, nummer 25. Hérna eru Ívar Jónsson og Halldór Smári að fara að velli og inn á kemur Gunnlaugur Sigurðsson og ég eftir að fá nafnið á leikmanni nummer 25. Það kemur inn að skams. Já, hann er Stefán. Hvað gerir Stefán? Já, þetta var ekki vitlaust hjá Stefáni og þetta er kannski aðeins meiri áræðni hérna hjá Ásbjörni en vel spilað. Klaufaleg varnarvinna hjá Víkingunum. Já, Tryggvi, ég kom með nafnið á leikmann nummer 25. Viltu geta? Alexander. Halldór Þórðarsson. Já, einmitt. Þetta áttu við að vita. Kemur hann niður. Búm. Hann bara sá ég að hann reyndi skot. Já. Það er ekkert flóknara en það. Það er maður leiksins. Já, kom með þrennu. Við erum búin að velja hann. Kom með þrennu og brattur og reynir bara skot úr horni. Alveg bara með sjálfstrausti í botni. Ekki veitir af á þessum dimmu dögum desembermánaðar. Dimmum? Við erum bara búið að vera sumar blíða hérna síðustu daga. Það er samt dimmt. Allir grasvellir landsins grænir og það er æft. Það er æft á grasi fyrir norðan. Í Sauðárkróki? Já, á Sauðárkróki. Skagafjörður. Liggi ekki allar átti til Skagafjarðar, er það ekki svoleiðis? Sá mynd af Hásteinsvelli í dag og hann er bara iðagrænn. Já. Þetta var nú meira kannski svona eitthvað, ég reyna að vera sniðugur með þetta en veðurfari er búið að vera alveg svakalegt og hvað gera Víkingarnir hérna? Þeir eru hérna í og hvað Sindri svellkaldur. Gyrðir verst vel hérna og næra truflan. Svona næstuð í ólöglega en komst upp með það.
En þetta var Valdimar Ingi Jónsson sem var hann í baráttunni fyrir Víkingana. Menn hérna eitthvað, Bjarki Leósson vildi fá eitthvað fyrir sinn snúð hérna. Þá kemur Róló. Óskar. Já, Óskar. Og hann fari aukaspyrnu. Sástu hvernig hann gerði þetta. Kann þetta. Hann kann þetta. Hér er þreföld skipting hjá Káringum og það er einskóttur sett með nöfnin á hreinu. Já. Númer 17 er Bergþór Snær Jónsson. Og númer 19 er Hjalti Sigursson. Og númer 16 er Finnur Pálmarsson. Sko, málið er það, svo ég kannski útskýri þetta fyrir, þá fór ég niður áður en að leikunum byrjaði og fekk nöfnin og nöfnin og númerin á leikmönnum. En Víkingarnir, þeir voru ekkert inn á vellinum þegar ég var þar fyrir útsendingu. Þeir sem ég hafði ekki nöfnin á. Þannig að við komum því til skila. Það var ekki ég. Alltaf gott að benda á aðra. Já, ég er að gera það, en ég fekk góða aðstoð hérna hjá Tinnu Maríu vinkonu minni. Úf. Nei, þetta er allt í góðu. Það er Jökull, heyrðu Jökull er að fá gullspjald. Fyrsta gullaspjald leiksins, já. Fór hérna svolítið harkalega aftan í Valtý. Já. Persónulegu vinur minn. Jökullinn? Já. Vann með honum í fyrra, hann vann á fyrirtækinu mínu fyrra. Áspjöld gerir þetta vel og það er brotið á honum. Já. Áspjöld er búinn að vera sprækur í þessum leik. Mjög sprækur og bara fallegasta mark leiksins, engin spurning. Já, ekki spurning. Vippaði boltanum yfir á vinstri fótinn, slakari fótinn, en það var ekki sjá að það var eitthvað slagur fótur. Það var bara lauma í fjær samskeytin. Já. Hérna Tryggvi, þú þekkir þetta, er hann ennþá í öðrum flokki, hann Áspjöld? Já, hann er fæddur 99, þannig að hann er á miðári í öðrum. Hann er á miðári í öðrum. Þetta er efnilegur, er þetta ekki efnilegur árgangur, þessi árgangur sem er í Kári núna í öðrum flokknum? Jú, þeir eru hérna allavega 3 sem eru einmitt að fara á undir 19 ára æfingu með landsliðinu jólinn. Það er Áspjöld og það er Guðmundur Andri og það er Óliver. Þeir eru allir fæddir 99. Já. Og svo er Axel 98 og svo eru þeir fleiri hann náttúrulega. Hérna er Kiks og hvað? Og aftur og þeir halda áfram og sendi hérna fyrir og hvað? Ekki Stefán hann. Þá koma Víkingarnir inn í þetta og nei, Stefán gerir þetta vel. Kláða þetta bara, drengur. Skjóttu. Nei, stundum gera menn mikið, sko. En Stefán má eiga það. Er þetta strákur fæddur 92 eða 99 líka? Já, kemur þessi sending og það kemur Sindri og já, vel gert Sindri. Hára Jökull. Patrik Atlason henni í baráttunni. Patrik nær að halda þessu. Já, vel gert Patrik. Kemur sending hérna á. Nei, leikmaður nummer 16 er Stebbi vinnur okkar. Stefán Hjaltesteð. Stebbi vinnur okkar. Já. Það var fyrirliði annarflokks Víkinga í sumar. Já. Þeir áttu reyndar erfitt uppdráttar. Þarna vinnur Patrik Atlason aukaspyrnu. Það er leikmaður nummer 16. Finnur Pálmarsson sem að brýtur á honum. Nú Patrik Atlason er sonur Atla Einarssonar, fyrrverandi leikmanns Víkings. Kemur sendinginni og skalli, en þetta er framhjá. Var þetta ekki Logi Tómasson sem átti hennar skalla? Sýndist það, jú. Já. Já, þetta...
Finnur hérna með fína skalla og það sending hérna á Hjalta Sigurðsson. Þá það Valtýr. Með 16 Finnur með sendingu hérna. Já, þetta ratar á Ásbjörn. En Ásbjörn kannski klaufi. Nú svo við auðlýsum það aftur, úrslitaleikurinn í þessu móti verður á 5. daginn, kemur 15. desember klukkan 18:30 þegar Fjölnir og FH eigast við hér vantarlega í Eiríksvellinni og við verum að sjálfsögðu með þann leik í beinni og þá fáum við skori hver verður meistari í Bósmótinu 2016 og einnig verður verðlaun fyrir mann mótsins og markahæsta leikmann, þannig að það til einhvers að vinna fyrir einstaklinga, Tryggvi. Já, það ekki, sjáum hvað að gerast hér. Og þá kemur Sindri. Það ekki þannig að liðið sem vinnur fær hörku græju inn í klefan? Nei, sko, jú. Mér minni það þegar ég var í Fylki hérna á sínum tíma þegar við unnum þetta og fengum við einhverja svaka græju inn í klefa og þvílíka tónlistinn. En ég ætla að segja þér aðra mun hjartnæmari sögu. Hérna kemur Patrik Atlason. Stjarnan vann í fyrra, Tryggvi, og þeir gáfu hljómflutningsgræðurnar til Bataspítalar hringsins. Það fallega gert. Já, og ég þá eiginlega svona kall eftir því að Fjölnir eða FH, hvort sem vinna, þeir geri það sama, eitthvert annað náttúrulega, fyrir þá sem þurfa að njóta og nota. Það ekki? Ertu ekki sammála því? Jó, það væri fallega gert. Hérna hvað? Það meiðsli hér en ég held að Káringar séu bara búnir með sinn mannskap en það þannig í þessu móti að þá bara má maður koma inn á sem að... Og ekki Alex bara komin aftur? Axel komin aftur? Axel bara mættur aftur? Hann bara mættur hérna. Já, og setur hann út af. Hérna Viljum Þórsson. Það eitt sem að liggur hérna hinum einn, hver þetta? Viljum fórna sig sjálfur í þetta. Hvort þetta sé ekki Kjartan Franklin sem að liggur þarna. Axel kemur bara inn á og setur hann eða ekki? Jú. Þetta var vel gert hjá honum og gott skot og vel varið. Róló vel en hann eitthvað ósáttur við samherja sína. Við sína menn. Já. Fimm mínútur eftir af þessum leik KR 4, Víkingur 0. Já, þetta stóra tölur svona, kannski... Með leikinn? Já, hann hefur nú verið jafnari heldur en tölur gefið til kynna en hérna KR-ingar hafa verið duglegir að nýta færin sinn og náttúrulega með mann innanborð sem heitir Óskar og Njarðvíkingur og með góðan vinstri fót. Já, mjög og búinn að gera góð mörk hérna og að sjálfsögðu Ásbjörn líka, fyrsta markið hans með meistaraflokki og það var ekki að verði endan. Nei, þið hérna gott fólk, þið fáið að sjá þetta á vefnum okkar sporttv.is. Þetta verður special klift, jafnvel með tónlist undir, hver veit. En Óskar Örn kom KR yfir, skoraði fyrsta mark KR á 58. mínútu. Hann bætti svo betur á 60. mínútu, skoraði þá úr víti. Síðan kom Ásbjörn Þórðarsson á 63. mínútu. Þetta gerist alltaf á einhverjum 5 mínútna kafla, 3-0 staðan. Síðan kom Óskar Örn og á 71. mínútu. Þannig fóru leikar. Nei, þetta ekki búið fyrir ekki. Nei, slappa af. Já, ég alveg rólegur. Fyrst innanlega afsökunar. Ég var ekki búinn að þú klúraði þessu fyrir mér. Ja, herru. Enn og aftur, ertu að benda á aðra. Það var mér að kenna. Ég skal hætta þessu. Það mátti reyna. Já. Það mátti reyna. Axel með hérna, en þetta fyrir til Robba. Já. Róbert Örn Óskarsson, markvörður Víkinga.
Sendingu hérna fram. Það Patrik Atlason í baráttu við Finn Pálmason. Finnur bara, þá kemur þetta leikmaður nr. 17 sem heitir Bergþór Snær Jónsson og þá það okkar maður Stefán Geirsson búinn að standa sig vel eftir hann kom inn á. Hættulegt þarna. Og þá Stefán og Robby. Já, beint á Robert Örn. Stefán Geirsson. Hann mun örugglega taka margt með sér úr þessum leik. Stefán Geirsson búinn að standa sig vel hérna þegar hann kom inn á í hálfleik og þegar seinni hálfleikur byrjaði og hérna þetta hann lofa góð þessi. Já, þetta bara öruggt til baka á Sindra sem að þurfti nú að taka Tryggvi nokkru sinnum á stóra sínum. Já, í stöðunni 0-0. Stöðunni 0-0 og sjáum hvað gerist hér. Valti kominn í gegn. Nú að gera hjá Róló akkurat núna. Og Jökull Þóri kemur þessu frá. Setur hann í hot sem að mér finnst agalega. Já, hann hafði nú hérna nokkur marga metra til að setja hann bara í innkast. Panikk, Tryggvi, panikk. Koma káingarnir, Oliver Thorlacius. Ég endurtek það, við verum aftur á ferðinni á 5. daginn í Bósmótinu, 18:30 úrslitaleikurinn FH Fjölnir. Þá kemur í ljós hver eftir þann leik, hver maður mótsins markaðasti leikmaður og hverjir verða meistarar þetta árið. Það voru Stjörnumenn sem unnu þetta í fyrra. Þeir aftur á móti höfnuðu í neðsta sæti þetta árið. Þannig að taplausir samt. Já. Gaman að segja frá því. Já. Þeir gerðu bara jafntefli í öllum sínum leikjum. Já, það ótrúlega satt að enda þarna niðri taplausir en enda í neðsta sæti. Breiðablik vann þá eftir vítaspyrnukeppni 3-3 í venjulegum leiktíma og fínasta fótboltaleik. En hér flautar ágætur dómari Helgi Mikael Jónasson til leiksloka. KR sigra hér 4-0. Óskar Örn komið yfir á 58. mínútu. Hann bætti betur úr víti á 60. mínútu, síðan var Ástbjörn Þórðarsson sem komið í 3-0 á 63. og Óskar Örn Hauksson, maður leiksins á okkar mati, Tryggva Guðmundssonar skoraði síðan 4. markið á 71. mínútu. Nú, við segjum þetta bara gott hérðan úr Höll Egils í Grafarvoginum. Ég ætla sérstaklega að taka fram að ég ætla að þakka kærlega fyrir aðstofuna hérna Tristan Alex og Tinnu Maríu sem voru mjög mikil hjálp. Hún náði nöfnin, hann sá að gera hitt og þetta. Ég, Tómas Mær, Tryggvi Guðmundsson og þau og tæknideildin þakkar fyrir sig. Verið þið sæl.